Já, þið kannski sáu frétt helgina hjá Stöð 2, fréttastofustöðvar 2, þar sem að söngskólinn okkur þarf að selja frá sér dýrasta djásnið í krúnunni, Flygil Jórunnar Viðar, og varpaði upp spurningum stöðu söngskóla, tónlistarskóla og annara stofnana sem við kennum við listir. Við höfum tekið eftir því að ríkisstjórnin sem situr núna, hún verið tilbúin til þess að stórauka framlag Íslands til varnarmála, en þegar kemur að listrænni sköpun og listrænni menntun, þá finnst manni eins og alltaf þurfa að berjast fyrir hverja einustu krónu, og nú gæti svo staða verið uppi að skólastarf í söngskóla Sigurðar Demens sé í hættu vegna fjárhags vandræða og vegna þess að hið opinbera er ekki að styrkja hér listnám sem skyldi, segja skólastjórnendur. Nú ég tók eftir því hér á dögunum að ég fekk bréf sem foreldri stúlku sem er í MIT, og þar var líka stór hækkun á skólagjöldum, ég heldum að það var 46% á milli ára, og talaði það að hið opinbera væri að draga lappirnar, og kannski er þetta bara út allt. Ég átta mikið alveg á því, en á sama tíma verast Íslendingar gíraðir í það að leggja fram milljarða og 20 milljarða í varnarmál. Það er spurning hvort þetta sé eðlileg forgangsröðun. En hingaði kominn góður gestur, Gunnar Guðbjörnsson. Þú ert skólastjóri söngskóla Sigurðar Demens. Já. Og við sáum þarna í fréttunum að svona helgina og svolítið hvað maður að segja, blúsuðu augnabliki að fjárhagur þinn skóla væri svo bágur að þú ert auglýsa eftir því að fá tilboð frá almenningi til þess að bjóða í þennan frábæra Flygil, og svona ég gat ekki varist þeirri hugsun að hvort þú værir komin í þá stöðu með sölu Flygilsins að það væri svona eins og kartöflubóndi sem að það selja frá sér útsæði. Þetta er auðvitað á vissan hátt þannig, en kannski samt ekki alveg vegna sem ég get auðvitað ef ég selja þennan Flygil og einhverju til ég að borga fyrir hann kannski svolítið uppsprengt verð, þá kaupi ég með brótýran Flygil í staðinn. Sko, við erum ekki í þessum bransa til þess að vera í einhverjum svona glamúr. Þetta er ekki þannig skólu. Einmitt við erum á síðustu árum dálítið mikið að breyta áherslum svolítið í því hvernig við komum fram. Við viljum vera skóli sem er þarna líka fyrir samfélagið. Og það hefur verið mjög held ég ábyrjandi í okkar starfi að söngur heilsueflandi, hann er ekki bara eitthvað sem að þú gerir til þess að búa til einhverja elítu, heldur alveg þvert á móti, þú ert í rauninni að finna leiðir til þess að búa til elítu úr fólki, eða búa til kannski við slum ekki einu sinni kallað elítu, búa til listamenn úr fólki, og það getur verið á svo mörgum levelum. Við sjáum nemendur okkar fara víða inn í listaháskólan, og ég veit að núna helgina þá verið að útskrifa nemendur þaðan. 2 frá okkur voru að útskrifast úr skapandi skrifum, eða sem leikritahöfundar. Þannig að það er sko alls ekki þannig að við séum að kannski alveg að fara á kaf þó við losum þetta hljóðfæri burtu. Það er meira svona kannski tilfinningalegs eðlis, þannig að Jórunn var auðvitað lykiltónskáld, og það er rómans í kringum hluti, það er bara þannig. Við erum alltaf að skapa ákveðna svona stemningu í kringum listir, það er okkar hlutverk. Og það að geta sagt nemendum þegar þeir eru að syngja lag eftir hana, að geta sagt á tónleikum, það er bara eitthvað til fróðlegs, að þá erum við hér með í stofu númer 7, þar erum við með Flygilinn sem hún samdi sömu lög á, og átti frá held ég bara stríðslokum þar til hún lést. Og það er bara tenging við söguna, það er svona bara ákveðið af því að tónlist er eins og hún gerist í mómentinu og svo er hún bara horfin, en þarna getum við svona aðeins hlutgert það að þarna hafi verið tónskáld, hún var meðleikari starfaði mikið sem meðleikari með nemendum, söngnemendum í söngskólanum í Reykjavík, og þetta svona aðeins kannski svona bara gerir það að það sé eitthvað fast í hendi það að tónlist sé til, hljóðfærin eru það. Þetta er náttúrulega fagurfræðilegur þáttur í starfseminni sem að varpar ákveðnum töfrum og ljóma á augnablikið, ekki satt. Og tengir þau kannski á vissan hátt þá við verkefnin, eins og til með lögininnar, að vita því að það sé hljóðfærið þarna sem að hún snerti með sínum góðu fingrum.
Þannig að það svona að því leiti þetta svona tilfinningarlegs eðlis líka mjög erfitt. En kannski minna þannig að við lendum í einhverjum stórkostlegum vanda út af því að við höfum ekki hljóðfærið. Við getum eins og ég segi, við getum alveg keypt flýr fyrir 150-200 skall, en bara ekki þessum gæðaflokki og við erum með annan flýil í salnum okkar að því að hann hentar betur fyrir þessa fjölbreyttu starfsemi sem við þurfum að vera með. Við erum með barnadeild, við erum með unglingadeild, við erum með alls konar söngvara sem eru kannski ekki endilega þar sem að þessi flýil kannski akkurat hentar ekki endilega fyrir þær rattýpur, þannig að við höfum svona flýil í salnum sem að kannski svona auðveldari að þjónasta þarfir allra okkar nemanda. Myndirðu upplýsa það hér og nú til dæmis ef ég myndi bjóða þér 2 milljónir eða 5 milljónir fyrir flýilin, myndirðu selja? Ég myndi ekki selja hann á 2 milljónir, ég myndi sannarlega selja hann á 5 milljónir. Sko, virði hljóðfærisins augljóslega meira tilfinningarslegs eðlis og bara sögulegs eðlis. Þannig að sko, ef það einhver sem á virkilega mikið peningum, þá ætti hann að borga með 10 eða 20 milljónir, einfaldlega bara til þess að bjarga skólan og hjálpa okkur að komast betur í gegnum næsta vetur. Því að þetta sem að ég kannski bregðast við núna í rauninni bara vandinn í sumar. Það náttúrulega þannig að sko, það sem gerðist í vetur það að við fengum á okkur launahækkanir sem að ég hef engin áhrif á. Ég sem ekki launahækkanir kennarana minna, en það var ég þá að semja mínar eigin, þannig að ég sem vinnuveitandi ég eiginlega beggja vegna borðsins, ég borga launin og þarf að standa að skila á þeim gagnvart kennarunum mínum. En ég ekki í neinni samningarnefnd enga síður og hefur engin áhrif. Það samband sveitarfélaga sem semur þessu laun og svo það í rauninni ríkið sem borgar okkur þennan hluta sem ræðir, sem eru 2/3 af kennslukostnaði. Í gegnum jöfnun svo borgar ríkið þarna upphæðin sem svo bara einhvern veginn nokkurn veginn svo sama í 3 ár þar til að nýtt samkomulag eflingu tónlistarnáms gert. Þetta þýðir rauninni það að sko upphæðin sem við fáum, hún breytist ekki í samræmi við það að launahækkanina verða í febrúar og meira þess að afturvirkar að hluta til þar í júní á síðasta ári. Heldur það þannig að það er bara sama upphæð á mánuði núna alveg þar til í september og þá mögulega fáum við einhverja leiðréttingu sem svona samkvæmt launavísitölu. En það augljóst að launavísitalan nú ekki 16% hækkun eins og þessi hækkun varð. Og þaðan að síður hún felur hún í sér þá leiðréttingu í svona eingreiðslu sem við borgum aftur í tíman. Þannig að ég semst að horfast í augu við á kennslunni að það sé 10 milljóna tap á henni í efri stigunum. Það ekki tap í grunnstíginu sem að Reykjavík borgar, þess að þau borga sitt, en það rauninni hins vegar Reykjavík sem á sínum tíma hættir að borga þarna með í þessari púlíu þannig í efri stigunum og segir að þetta ekki okkar að greiða vegna að þetta menntaskólastig. Hins vegar virðist það svolítið standa í menntamálaráðuneytinu og þá væntanlega innanríkisráðuneytinu að viðurkenna að þetta nám sé menntaskólastig. Og það það sem við erum kannski að berjast helst með í rauninni, það það að sko, það alltaf verið að meta einingar og við erum meira búin að búa til menntaskóla brautir í skólanum sem erum að bíða í rauninni bara afgreiðslu í menntamálaráðuneytinu. Þetta gert í samstarfi við menntaskólanum við Sund og þarna erum við í rauninni búin að formgera allt okkar nám þannig að það einingavætt. Það hægt að meta það mjög auðveldlega allt sem við kennum til eininga inn í kerfið hjá öðrum menntaskólum, hjá menntaskólum. Þar að leiðandi erum við náttúrulega augljóslega með allt okkar nám í raun og veru líka grunnstigið á menntaskólastigi. Það mjög auðvelt að leiða rök að því. Og óbreyttu stefnir í 15 milljóna króna halla næsta rekstrarár og þá bara game over hjá þér. Já, það það virkar þannig að ef ég fæ ekki einhvern stuðning bara allir að gera það, að þá þarf ég að skera niður nemendur fyrir þessum 15 milljónum. Það eru cirka 15 til 20 nemendur allt í það heila. Nú veit ég ekki hvað ég fæ í haust í leiðréttingu fyrir næsta vetur. Það getur vel verið að ríkið segja, við ætlum að borga þessi 16% sem voru og setja á 0 þar. Þá erum við alveg safe. Og ég veit alveg að ég var að kenna meira í vetur heldur en ég gerði í fyrra. Þannig ég fæ einhverja hækkun á stundum næsta haust. En ef ég fæ hækkun á stundum, þá þýðir það að ég þyrfti þá í rauninni kannski aðeins að skera minna niður. Af því að þá í rauninni get ég kannski haldið nemendafjöldanum. En ef ég held nemendafjöldanum, þá hef ég alltaf 30% sem að skeikar. Það að segja, hver nemandi sem að ég með, ég fæ í rauninni bara framlög fyrir 70% af kostnaðinu við hann. Þetta eru engatímar og það þýðir í rauninni það að mjög stór hluti af
náminu, sem sagt meðleikurinn og söngnámi sjálft, það er bara einn á einn og það þýðir þá í rauninni það að sko ég verð að skera niður þessa nemendur algjörlega sem sagt bara burt og nota þá peningi til þess að borga tapið sem að þessi 30%, 20% kannski að því, 10% get ég kannski svona möndaði gegnum skólagjöld, en 20% þarf ég að borga tapið af, sem því þá er ég búin að fækka nemendunum og þá lækka skólagjaldatökurnar aftur og þá náttúrulega bara í rauninni algjör hérna, ég geta skottið á mér sko. Þannig að hérna, ég get ekkert unnið, en það er svona það veldur alltaf því hvað ég fæ mikið út úr heildar fjármagninu sem fer til hérna eflingar tónlistarnáms í gegnum þetta samkomulag. Hvað verður það hátt, hvað eru margir nemendur á Akureyri eða Egilsstöðum í framhaldsnámi, það getur bara verið það getur rokkað mjög milli ára. Þetta er allt svona heildar púlja yfir allt landið og svo er bara svona reiknuð einhver meðaltals prósentutala út frá stundur sem ég kendi árið áður yfir það sem ég fæ árið á eftir. En ef ég náttúrulega kenni minna að því ég er að borga þessi 20%, þá kenni ég færri stundir. Og þá hefur það áhrif á þann þjónustusamning sem ég fæ árið á eftir. Þá fæ ég bara færri stundir í þjónustusamningunum þá og þá fer þetta virkilega að bíta í mig. Og þá gæti komið upp svo staða ef við erum ekki að fá eiginlega neina teljandi leiðréttingu á þessu sem að munar að þá erum búin að fækka svo mikið stundunum að við erum bara komin alveg niður í 80-75 nemendur. Vítaringur. Já, vítaringur. Og ef ég kom niður í 75 nemendur og við leigja húsnæði sem ég er með og vera með salin sem við erum með og svona, þá er ég bara ekki að fá nú að hára tekjur af skólagjöldunum til þess vegna sem ég er að nota svo mikið að því í laun fyrir kennara sem ég má ekki gera. En verða að gera af því að kerfið bara gerir ekki ráð fyrir kostnaðinu sem þetta kostar. Mér langar aðeins að kannski færa umræðuna úr þessum efnislegu þáttum sem hún nefnir, bara yfir í svona heimspekilega pælingu. Ég nefndi hérna í inngangnum að útgjöld til varnarmála verast vera stórhækka á sama tíma og listalíf sumir segja að við séum að lepja dauðan úr skel á ýmsum sviðum og fjárframlög til skapandi greina séu allt og lág og einhverjum kann að finnast þetta óréttmætur samanburður, bara epli og appelsínur og allt það. En sko, Ísland er smáríki. Við erum herlaus. Við munum sennilega seint láta að okkur kveða í alþjóða stjórnmálum, það er svona ekkert sérstast að bendi til þess. En við höfum náð árangur í listum, við höfum rödd í listum. Það er kannski vandfundin betri leið gegn ógnarstjórn og ófriði en að bara standa upp og syngja og bara mótmæla ástandinu og óréttlátinu með skapandi listrænu framtæki. Í því ljósi þá finnst mér allt í lagi við veltum aðeins fyrir okkur sko hvernig við bregðumst við ástandi á hverjum tíma, hvernig við forgangsröðum fjárveitingum okkar og mér finnst líka ákveðin mótsögn eða þversögn í því að alltaf þegar einhver Íslendingur slæri gegn á heimsmælikvarða, fær einhver verðlaun, Grammy, Emmy, eitthvað þá koma hér ráðamenn og ráðherrar og þeir segja að þetta er afrakstur okkar, það er Ísland sem á þessi verðlaun en á sama tíma og við erum með þessa tillidaga umræðu og við erum stolt að því hvað margir skapandi barkar og hérna listamenn hafa orðið til hér í landinu þá er ekki samansemmerki á milli sem sagt. Þetta er hárrétt og ég held að sko þó það sé klísja og þó það sé jafnvel því sé haldið fram að Churchill hafa aldrei sagt þetta að þegar hann sagði sko þegar átt að skera niður til listana að fyrir hver erum við þá að berjast sko það er alveg gott eftir sem áður og ég held að hafi alveg verið hans skoðun og ég held að hann sko hvort sem hann sagði þetta eða ekki að þá held ég hann hafi virkilega trúað þessu. Já, fyrir hverju erum við þá að berjast? Fyrir hverju erum við að berjast ef við ætlum ekki að við getum að hafa listir og menningu. Og hafa veg þeirra sem mestan. Þannig að maður getur svo sem alveg sagt það líka núna sko að fyrir hverju erum við að berjast ef við ætlum ekki að mennta fólk til lista. Einmitt líka nána á þessum tímum þar sem við erum sko í rauninu að horfast í augu við mjög mikla erfiðleika hjá ungu fólki og líka eldra fólki og líka fólki sem sko er jafnvel út af því að kerfið okkar er pínlítið bilað til dæmis og sérstaklega í þessum geira sem að ég er að vinna í
Við höfum upplifað það sem sagt eftir að menntaskóla, eftir að skólum framhaldsskóla var breytt og þar var reyndar opnað mjög mikið á því í þeim nýju lögum, ég held hún hefði verið 2011 eða 12, að þá var opnað á þá leið í þeim lögum að það var meira frelsi til þess að meta hluti til eininga og meira frelsi til þess að í rauninni að nám gæti nýst inn í stúdentspróf. En á sama tíma þá var svona sett næstu tí svona hljóðlaus krafum það að allir kláru stúdentspróf á 3 árum. Og það sem hefur gerst það að kannski frelsið hefur ekki verið nýtt í nema örfáum skólum, í menntaskólum, en á sama tíma þá þessi kraf 3 árin hins vegar orðið afskaplega sterk einhvern veginn, þó hún sé í rauninni alls ekki raunveruleg. Það að segja, nemandi getur alveg tekið stúdentspróf á 4 árum, eða 4,5. Það gengur alveg upp. En hins vegar hefur þetta orðið til þess að margir nemendur þeir byrja hjá okkur, og það sem gerist það að sko, allt komin í praktísku hlutina en það náttúrulega dettur alltaf saman, þetta verður alltaf saman og maður fer að velta því fyrir mig hvernig stendur á því, ég fór að velta því fyrir mig hvernig stendur á því að svona margir nemendur 16-17 ára hætta hjá okkur, fara og það sannarlega ekki af því að þau sé ekki að njóta þess sem þau að gera en það út af því að þau byrja menntaskóla og það krafum það að þau klárir svona mikið af einingum á önn og séu búin að klára sína 200 einingar á 3 árum en á sama tíma ættu þau í rauninni að vera að taka þátt í námi hjá okkur sem í rauninni 100-150 eininga nám. Það að segja þau eru þá komin í nám sem er svona cirka 350 einingar yfir þennan tíma svona í vinnuframlagi. Og þar að auki þá sko höfum við verið svo fjársvelt að við erum að rukka miklu hærri skólagjöld en æskilegt fyrir akkurat þennan aldurshóp sem þarf þá helst að vinna með þessum 350 einingur lega fyrir skólagjöldunum hjá okkur. Já. Þetta er náttúrulega fásinna, það segir sér sjálft. Sama tíma erum við með krakkan í grunnskólanum að syngja í söngleikjum og þau fá áhuga á þessu og þau vilja gera þetta og þau finna þetta þess að þörf hjá sér innra með sér að verða annarkvort leikari eða söngvari eða söngvar og leikari. Og þau geta það ekki, þau sko flosna upp á náminu og hverju veldur þetta veldur kvíða, þunglindi og leiðindum. En fyrir ekki þetta líka bara mjög alvarleg þróun ef greiðslu geta heimilana stéttaskiptir því hverjir geta farið notið þess að ná því besta út úr sjálfu sér. Og ekki bara það, heldur líka þetta framlag. Og þess vegna fórum að búa til þessar deildir, þess vegna fórum að búa til þessar söngleikja deild sem að verið þá stúdisbraut inn í MS og svo klassísk braut eða einsöngsleikja deild sem að verið þá inn í MS sömuleiðis, en þau fengjum menntununa hjá okkur. Og til þess þarf við eitthvað fjármagn. En þetta getur komið í bakið á samfélaginu, þetta getur komið í bakið á ríkinu vegna þess að ef við fáum ekki útrás fyrir það sem við tikkum fyrir, þá verðum við óhamingjursöm. Ef við verðum óhamingjursöm, þá aukast líkurnar á að við þurfum að leita í sjóði, almannasjóði ríkisins, getum jafnvel enda bara sem öryrkjar og sko við höfum litið svo á náttúrulega tónlistarskólarnir á Íslandi, þeir voru nánast ókeipis hér fyrir einhverjum áratugum. Já, Gylfi Þ. Gíslason alltaf bjó til þessi lög á sínum tíma, 63 held ég það verið. Já. Og þar var bara svona ákveðin jafna, ríkið tók þarna kennslukostnaðinn en rekstrakostnaðurinn átti að koma frá nemandanum. Og það er náttúrulega augljóst að þegar ég er komið með 70% kennslu í 2/3 skólanum hjá mér sem er þá orðið bara kannski 50% af þessum kennslukostnaðum á þeim stigum, 45% cirka, að þá erum við að tala það sko að það gengur engan veginn upp að ég nota það til þessi 30% af þessum nemendum líka sérst að borga kennslukostnað með skólagjöldum og svo rekstrakostnaðin, leigu, hljóðfæri, hvað þetta allt heitir, skilur rafmagn og hita og skrifstofukostnað, ásreikningagerð, þetta kostar allt peninga. Og ég hef ekki þessa peninga ef ég tek þá og nota þá í laun, þá hef ég það ekki til þess að reka skólan. Þannig að þetta er bara augljóst og þetta var aldrei það sem að Gylfi Þ. Gíslason lagði upp með, hann vissi alveg hvað hann var að gera. Hann áttaði sig alveg á því að ef þetta vera nám sem væri fyrir fólki í landinu, úr hvaða stétt sem það kæmi, að þá myndi þetta ekki ganga upp. Það sem gerist hins vegar er það að krakkarnir detta út 16-17 ára gömul, en þau koma aftur og við erum að fá mikið nemendum 19 til 23 ára gamla sem að vilja koma aftur inn og klára þetta. Það byrja aftur og klára grunnstigið sitt og reyna svo fyrir sér að komast í einhvern leiklistaskóla eða reyna að komast í klassískt nám. Þetta gengur svona upp í mörgum tilfellum hjá strákunum en hjá stelpunum er allt annar veruleiki í gangi. Það þurfa helst að vera bara 21-22 ára til að fara í
inntökupróf í erlendum háskólum eða alltaf í klassíkinu allavega og það líka dálítið svona, það svolítið veruleiki líka þegar þau eru í leiklistanáminu, þau sem vilja fara í leiklistanám til Bretlands eða eitthvað annað. Þannig að við erum að sjá í rauninni það að þetta fólk, það er bara búið að missa strætó. Það stelpurnar sérstaklega eru búin að missa strætó. Það eru að fara út kannski 25, 6, 7 ára gamlar og það er bara orðið of seint. Það er bara, samgegnin úti er það mikil að það er ekki möguleika að fá námsplásinu sinni. Ég fyrir þá séu orðið mjög góðar. Það hefur ekki endilega með það að gera. Heldur bara, það er bara svo mikið til að fólki. Og þú veist, og þá náttúrulega bara taka það sem er aðeins yngri en þess að ekki aðeins meira móta það. Mótanlegra fólk sem listamenn. Það er ákveðin ráðgáta að þjóðarframleiðsla hefur aldrei verið meiri sko. Og við ættum að hafa meira fé til þess að dæla í listir og menningu og skapandi greinar og þetta sem við erum að ræða þetta nokksinni. En flestir sem ég tala við og horfum öxl og áratví eftir tíman þeir segja, til dæmis einu sinni tók ég viðtal við Þórhildi Þorleifs leikstjóra. Hún myndist á það að þegar hún var að vinna í hvort það var Þjóðleikhúsið eða Leikfélag Reykjavíkur, það var alltaf til peningur bara fyrir svona kvöldbakkelsi á æfingum bara, og sáttum það að en svo það skorið og það bara einhvern veginn allt skorið inn á beini á sama tíma og við verðum ríkar og ríkari sem þjóð, við fáum meir tekjur. Hvað rugl er þetta? Hvað formansröðum er þetta? Ég get ekki svar fyrir það. Svo mikið yfirst. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. En þetta nútíminn er þetta mikil breyting, en það er líka hluti af því sem við erum að horfast í augu við með unga fólki okkar. Það er þessi breyting. Við höfum svo margt annað sem við erum að kaupa. Við erum að keppa við aðra hluti. Við erum að keppa í unga fólkinu við tölvunar og síman og allt þetta. Við vitum alveg að við þurfum mikið á því að halda að þegar neistinn kviknar hjá krakka sem er 14 ára í grunnskólanum sínum og fer og syngur hlutverk í einhverjum söngleik þar, sem er mjög algengt að gerist, að þá þurfum við að geta veitt þessu barni möguleikar á því að fara í nám áfram. Af því að ef það fer í eitthvað annað nám, þá er ég ekki viss að lífshamingjan sé það sem að býður þessa barns. Það er bara, ég bara get því miður ekki trúa því. Og eins og ég segi, ég er að sjá fólk fara í gegnum háskólanám og vilja koma svo aftur til okkar. Nú hefur borgin til dæmis breytt því að það er ekki hægt að læra söng á grunnstígi sem að þau fjármagna, borgin fjármagnar. Það er ekki hægt að læra það eftir 25 ára aldur. Getur ekki farið í söngnám eftir 25 ára aldur nema á efri stigunum. Þar getur það ennþá. En ekki í þessu svokallega grunnstígi. Og við erum að sjá fólk koma og það er jáfnvel að fjármagna sjálft námið sitt og ég er ekki endilega að segja að það sé ekki alveg í lagi að fólk bara fjármagni alveg kennsluna sína og allt það en við erum að sjá þetta fólk koma aftur af einhverja ástæðu. Það er vegna þess að það er ekki búið að uppfylla drauminn sinn. Það er bara, það langar alltaf að gera þetta. Það veit allt, þetta fólk veit að það er ekki að fara að vinna við þetta nema þá kannski einhver mjög takmörkuðu leyti eða svona með annari vinnu. En það er að uppfylla drauminn sinn og við eigum auðvitað náttúrulega að gefa því fólki sem vill uppfylla draumana sína einhvern séns að það sé mögulegt. Jafnvel þó það kosti vinnu og svona harðfylgi. En það er auðvitað það er líka, það tækifæri líka fara ef við hverfum. Þannig að við erum ekki bara, það eru 110 cirka nemendur í skólanum hjá okkur núna, en þeir eru alveg 120-25 jafnvel 30 stundum. Af því það eru svo margir sem eru í áhugamannadeild, kórdeild, svona hálfgerði, eða eru í þessari B-leið til þess að reyna að klára grunnstigið sitt og eru að fara í tónfræði líka og allt þetta, bara til þess að reyna að komast inn í miðstigið og geta þá haldið áfram námi sínu. Þetta er allt saman að hverfa og þetta er þetta tel ég vera mjög stóra í rauninni svona, hvað maður að kalla það, stórt tækifæri fyrir svo marga sem hafa látið sér dreyma það að gera eitthvað í sínu lífi sem að það langaði alltaf til að gera. Það þarf ekki að verða á einhverjum forsendum heimsfræðar. Það er ekki á forsendum einhvers glamúrs. Heldur er það bara á forsendum þess að fólk á sér alltaf einhverja innri þörf. Og það vil svo til að það er talsverður hópur að núti sem hefur þá innri þörf að syngja og leika eða syngja og leika samtímis. Og við getum líka spurt okkur hvort við séum ekki að verða af þeim tækifærum afburðafólks sem að vegna efnahags
getur ekki stundað sína list. Það alveg klárt og það búið að vera þannig dálítið langan tíma. Já, fyrir hvern og eitt sem við missum úr leik sem að hefði geta orðið afburða einstaklingur af því að þótt þú sért aðalega að tala fólk sem að kannski ekki verður afburða einstaklingar heldur bara það sem að það gefur okkur að sinna okkar, þá þurfum við líka bara að vera með elitíska alvöru umræðu það hvernig búum við til afburða fólk vegna þess að einn afburða einstaklingur í list sem gerir heila þjóð svo stolta að hún einhvern veginn finnur bara tilgang með sjálfri sér vegna sigra sem einn einstaklingur vinnur, þetta skiptir líka samfélag mjög miklu máli. Það er kannski ágætt að halda því til haga sko, við erum til dæmis með 3 einstaklingar svona, Hildi Guðna, við erum með hann hérna Víking Heiðar og við erum með Laufey í Linn. Þetta fólk sem sko kemur úr tónlistarskólakerfinu okkar, það gleyma því ekki sko. Og við erum í rauninni að drepa það sko. Reykjavík að skera niður 7% líka til grunnstigsins í Reykjavík. Það er önnur staðreynd. Það ekki að gerast í nágrannasveitarfélögunum, þau eru bara að halda sjó. En Reykjavík sér ekki endilega þörf á því að halda svona sjó. Og það var sko síðast niðurskurður var í gegnum þessa 25 ára reglu held ég fyrir 3 árum síðan sko. Þannig að það er alveg saumað að úr öllum áttum því miður og skilningsleysið algjört. Og það er mjög sorglegt til að sjá þetta gerast núna, 7% af niðurskurð á sama tíma og við fáum þetta högg með þessi launahækkun í efri stigunum. Og svona kannski, ætti bara kannski að vera skilaboðin að bara maður sætti sig við þetta og lokið þessum skóla á næsta vori. En ég ekki alveg tilbúin í það ennþá, vegna þess að sko, það þannig þrátt fyrir allt að þegar ég tala svo við fólk beint og þegar ég segi fólki frá verkefnunum sem við erum að gera, eins og þessu heilsueflandi söngnámi, við gerðum könnun í vetur, í vor, af því að við fengum smá fjármagn frá menntamálaráðuneytinu til sinna heilsueflandi námi og notum náttúrulega stóran hluta því í kennslu, en líka stóran hluta því að reyna að lækka skólagjöld hjá fólki sem við vissum að hefði ekki mikið á milli handana. Þannig að við bara reyndum að koma til móts við þetta fólk og hérna það sem að hérna niðurstaðan úr þessari könnun var í fyrsta lagi að nemendur í skólanum voru yfir 50% með greiningar. Já. Með sem sagt þá ADHD, athyglisbrest, kvíða, þunglindi, einhverfu. Og nokkuð margir einstaklingar með einhverfurófi og það sem að sko ég get alveg vitnað að því ég þekki náttúrulega þetta fólk hefur flest opnað sig með sínar aðstæður að þetta hæfileika fólk. Þetta ekki síður hæfileika fólk heldur en eitthvað sem ekki með neina greiningu og svo það bara líka fullt af fólki þarna úti sem ekki með neina greiningu og það líka fullt af fólki sem svaraði ekki könnuninni því að við fengum bara 65% svarhlutfall, þriðjungur skólan svaraði ekki. Það nú stundu verið sagt að því nú strákar sem eru með ADHD sko, að helstu erfiðleikarnir við að fá greiningu séu það að ADHD-krakkarnir þeir gleyma svo oft að fara í tímana, sálfræðitímana og svona sem þeir að fara í greininguna sína. Þetta er svolítið fyndið. En það víst talsverður sannleikur í því og ég ger alveg ráð fyrir því sko að þessi 35% einhverjum hluta séu sko nemendur sem að hafa ekki fengið greiningu eða hafa fengið greiningu en glemdu bara að svara könnuninni. Þannig að þetta getur verið mun stærra hlutfall þegar öll kurl kæmu til grafar ef það væri skoðað. En þetta eru þetta náttúrulega sko skilaboð. Þetta eru skilaboð. Það líka skilaboð að fólki sem að og ég gerði það nú að mínu umræðefni í skólaslitaræðinu minni núna í vor að þessi krakkar sem eru svona hæfileikarík að þau eru í rauninni ekki bara að vinna með sína hæfileika til þess að verða betri því sem þau eru að gera, þau eru í rauninni fólk á öðrum rásum. Það ekki að þessu fólki, það ekki að megnuna fólki með einhverju rófi. Þetta bara fínt fólk og þetta bara yndislegt fólk og bara allt í fína lagi með það. Það bara kannski aðeins öðruvís en hinir. En það nú svo gott að ef við búum í opnu og góðu samfélagi, þá má maður vera öðruvís en hinir. Í gamla daga kölluðum við þetta fólk sem var öðruvís en hinir, við kölluðum það listamenn. Og það kannski segir, þarna ég kannski komin að kjarnanum, að það að vera öðruvísi en aðrir oft bara vísbendingum það að þú sért með hæfileika sem eru óleikir þeim hæfileikum að setja yfir Excel alla daga eða rýna í texta eða hvað sem þú gerir. Þú ert með listræna hæfileika.
Það er mjög þekkt í myndlistinni að mikið af myndlistamönnum eru með dyslexíu, lesblindu og sem eflir skinn þeirra á öðru sviði sem að gefur þeim í rauninni bara með þau á öðrum rásum heldur en hinn eru og ég held að það sé alveg augljóst að söngvarar og leikarar, söngleikarar þeir eru mjög oft með ADHD virðist vera og það fylgir oft ADHD þessi kvíði eða þunglindi eða svo getur það náttúrulega líka verið inn á þessu einhverfu rófi og svo eru náttúrulega bara alls konar aðrir hlutir sem að fólk er að glíma við. Kynvitund til dæmis er eitt af því og bara hvar til er ég og fólk ratar í ákveðna erfiðleika með sjálft sig út af því að það er að leita sér sjálfum og þetta fólk hefur líka verið að koma til okkur og finna sig og þarna erum við bara í rauninni með stað sem er bara svona svolítið greiðastaður fyrir fólk með ýmis mál hjá sér og það finnur út úr þessu og finnur talentir sinn og fer að lifa betra lífi og það er kannski það sem mér er mest í mun að bjarga. Ég er ekkit endilega svo fixer að það er bara það að sé einhverjur óperusöngvarar sem að geta farið að syngja í París eða Róm eða Vínus en svo gerist það líka og það er líka svo gaman. Ég elska það að Sveinn Dúa sem er einn af mínum persónlegu nemundum, hann er að syngja út allt í Þýskalandi núna, hann er að koma að syngja Vínatónleika næsta vetur. Við höfum báða söngvarana á skólanum hjá okkur sem er að syngja á Vínatónleika nú næst, Eyrún Unnarsdóttir sem er í Luzern og þú veist, það er gaman, þetta er skemmtilegt og ég meina, það eru fjórir nemendur frá okkur í Ávaxtakörfunni niður í Hörpu núna, það eru 2 nýir nemendur í leiklistadeildinni í LHÍ eru frá okkur og svo enn fleiri í söngdeildinni og það er enn aðrir í ritlistadeildinni. Ég held að ríkisstjórn þetta er fullt af fólki sem er að fara að út og gera hluti og það er 2 nemendur að fara til Bretlands í nám í haust og í háskólanám og þú veist, svona get ég endalaust fabulir og sagt frá. Til hamingju með það. Ég held að það er ekki stóramáli. Stóramáli er það sem er að gerast í skólanum núna, ekki það sem við erum búin að gera, heldur það sem við þurfum að gera í framtíðinni. En ríkisstjórn og borgarstjórn hvers tíma þær ættu að hafa einhvers konar menningarstefnu að leiðarljósi sem að eykur líkurnar á að þau sem að hafa mesta hæfileika og sinna sínu námi að mestum dugnaði hafi alla burði og án hindrana nái að verða afburða fólk af því að við þurfum afburða fólk í öllum geirum samfélagsins, ekki síst í listum og mér hefur fundið svolítið svona vanta á skilning í þessu til dæmis bara ef ég hugsa mín fréttaviðtöl við talsmenn Reykjavíkurborgar á síðustu áratugum, mér hefur fundið svona svolítið að fólk hefur verið að stinga upp á hóptímum sem leysi af einkatíma og eitthvað svona fínt, frábært bara það er mjög mikilvægt og algjörlega skulum við nota það úrræði en hendum ekki hugmyndin einkatíma fyrir róða á grunni einhvers miskilnings. Það er nefnilega bara að því þú talar einkatíma þá má við til með að koma því að þegar þú erum unga nemendur sem eru að koma í hljóðfæranám eða einsöngsnám þá eru þetta 36 tímar á ári 36 klukkutímar í einkanámi og svo kannski helmingurinn af því í meðleik reyndar eitthvað minna í hljóðfæranáminu í meðleik en þetta er umtalsverður tími þar sem að nemandi er að eyða tíma með einhverjum fullorðnum einstaklingi og það myndast mikið og sterkt trúnaðarsamband þarna á milli þessari 2 einstaklinga í tímunum og það hefur verið mjög fallegt að sjá það og ég þekki það bara frá mínu eigin söngnám á sínu tíma hversu mikil trúnaður myndast og fólk er að trúa kennaranu sinu fyrir sínum vanda og því líður stundum illa og þú getur ekki sungið þegar þið líður illa og allt þetta og þá fyrir að tala vandaðinn og þannig getur kennarinn líka orðið til aðstoð. Þetta er hluta því sem við erum að vinna með í heilsueflandi hlutanum að það er það að við getum líka þá hvart nemandi til að leita sér hjálpar ef við finnum að vandina sér að verða of mikil söngurinn er ekki ná einn og sér að hjálpa skilur, þannig að þetta er að því leitinu líka svo mikilvægt að einkanámið sé líka til staðar af því það myndast trúnaður, það myndast traust og ég held að við söngvarar sem svona almennt sé frekar gott fólk og frekar velmeinandi fólk og sérstaklega þegar við erum að kenna söngin okkar þannig að það er mjög mikilvægt og nefndir þetta með þessa engatíma, þeir eru mikilvægir þeir eru gríðarlega stór mengi stór hluti inn í menginu. Akkurat. Svona rétt í lokin Gunnar ég heyrði sögu í heitapottinum í Vesturbæjarlauginni fyrir nokkrum vikum sem að mér fannst afskaplega sorgleg það var nemandi sem hafði sótt
mjög flottan tónlistarskóla, virtan tónlistarskóla með mjög háum tónlistargjöldum. Nemandinn held ég fór í 3 pröfur, 3 utanlandsferðir frá Íslandi til Bandaríkjanna og svo koma góðu fréttirnar, færði eingöngu, bara örfáir nemendur og en þá kom í ljós að samkvæmt sögunni í heita pottinum, ég sel hann ekki dýrar en ég keypti það, ég ætla ekki að nefna neinu öfn og ég ætla ekki að nefna skólan bara svona til þess að vernda viðkomandi, en þá sem sagt kom á daginn að vonum einhvern styrk, hún varða engu og nemandi þurfti að afþakka vistina í skólanum eftir að hafa sannarlega með blóði, svita og tárum komist á þann stall að nemandinn gat komist inn í úrvalsdeild bestu nemanda. Spurningin hafa skólagjöld í betri skólum utan landsteinana verið að hækka og að verða erfiðar en áður fyrir hæfileika ríka einstaklinga að komast inn í? Sko ég þekki ekki alveg hvernig það í Bandaríkjunum, en ég veit að í Bretlandi hækkaði það talsett við það að þau fóru út úr Evrópusambandinu. Já, og þá bara hækkaði hlutur sem sagt, þeirra sem að koma frá útlöndum, þá vorum við í rauninni í raun og veru komin á sama stað og áður en að EES-samningunum var til. Royal College, það er mikil hækkun skólagjöld. Mikil hækkun. Og ég veit að þau eru svolítið í streði oft þessi krakkar sem eru að fara í leiklistanám til Bretlands. Það fara mjög margir frá okkur. Það er alveg stór hópur af krökkum sem fara til Bretlands í leiklistanám því það eru bara góði skólar og það eru flotti nemendur sem koma þann og það vilja allir fara þangað og það líka dreymir allar kannski svolítið það að eiga þá kannski einhvern séns á að meika það úti eftir að námi loknum. Þannig að maður skilur það mjög vel, en það eru háar upphæðir sem að fólk er reiða þar á hendi. En það er út af Brexit, en ég held að sé ekkit, sko ég veit ekki hvort það hafi orðið breyting eða hækkun á skólagjöldum hjá Bandaríkjamönnunum, en ég veit þetta og ég veit að sko það er mun auðveldara og það er kannski skýrir stóran straum af íslensku nemum til Skandinavíu síðustu ár. Það hafa mjög margir kosið að fara þangað í sitt framhaldsnám. Þýskaland hefur virkað mjög, náttúrulega Þýskaland hefur líka verið að opnast. Já, það hefur verið. Og það gæti verið góð hugmynd fyrir sko krakka sem hafa áhuga á framhaldsnám að læra þýsku. Já. Ég hvet eindregið til þess. Og það er líka kannski bara út af því að sko oft fáðu tækifæri í framhaldsnáminu. Ég var svolítið þar. Ég reyndar var í Bretlandi og fekk tækifæri þar á sínu tíma og það var einmitt þegar samningurum var gerður og það opnaðist svo leið fyrir mig að hafa atvinnuleyfi, þá fekk ég svona smá umbunni. Ég var akkurat á skilunum og búinn að gera samning við Þýskaland af því að það var ekki komin þessi EES-samningur. Þannig ég var ekki með atvinnuleyfi í Bretland og ég var orðinn þreyttur að ég fá alltaf græna kortið í hvert skipti sem ég baði jobb, reyna að fá jobb. Þannig ég var komið með samning í Þýskalandi, en ég fekk nokkur jobb í Bretlandi eftir það án nokkura vandræða. Og það munaði mjög miklu en það er auðvitað það sem er svo gott í Þýskalandi, það er svo risastór markaði fyrir klassísku söngvarann allavega. En það er auðvitað aðeins öðruvísi fyrir leiklistarnemendun og við erum alveg komin með svona púlían þar er eiginlega orðin stærri heldur en í klassísku söngvarannum þannig að því það er bara svo margir sem að taka þetta svo mikil alvöru þar og koma inn með miklum krafti. Þannig að hitt er svona lengri tíma prósess og þar get ég ekkert neitt sko falið það að þar hefur orðið hvað maður að segja fækkun eða hæging á árangri einfallega vegna fjársvelds en sem höfum bara ekki haft pening til þess að kenna þessu fólki. En ég get alveg líka upplýst það að ég veit að í öllum öðrum söngdeildum í Reykjavík hefur orðið fækkun í klassísku námi og það er ekki af áhugaleysi. Það er einfallega vegna þess að skólarnir, söngdeildirnar í tónlistarskólunum þær hafa bara verið svo mikil kostnaðarliður fyrir þessa skóla að þau hafa svona vísvitandi má segja verið að leggja minn og minni áherslu á það. Þá náttúrulega fækkar í því. Hjá okkur höfum við hins vegar náttúrulega haldið sjó. Við erum frekar sterk. Við vorum með umfæsta töðraflötun í vor sem er ekki auðvelt stykki fyrir nemendur að setja á svið. Við mönnuðum öll nema 2 hlutverkin úr skólanum af þeim sem að við gerðum ekki fulla versjón af því en við gerðum hluti af söngurunum var tvímennaður þannig að það voru 3 sýningar, 2 sýningar sem 2 köst og við fengum 2 fyrrverandi nemendur til að vera með sem kom í svona smá endurmenntun. Þannig að þetta voru allt nemendur úr skólan sem að voru þáttakundur. Og hefði Mozart orðið stoltur?
Mótsett hefur verið ánægður, já. Ég held það og við vorum eiginlega sko dálítið hissa á því hvað þessi sýning tókst vel sönglega séð ekki síst. Vegna þess að það er reyndar eitthvað sem við verðum eiginlega alltaf. Það kemur okkur alltaf óvart þegar við sjáum nemendurna okkar fara á svið, bæði í söngleikadeildinni og í óperudeildunum. Að það verður alltaf svo mikið framför þegar við saminum þessar tvær listgreinar að syngja og leika leið af því að söngur er svo líkamlegur og það er eitt af því sem við glímum átt sem söngkennara við það er að nemendurnir leyfi líkamannum að taka þátt í því sem er að gerast og leyfi augunum að vera með og allt þetta og leikurinn er auðvitað kafar hún í kjarnan á því sem þú ert að syngjum og þú ert að hreyfa þig og leika og það gerir það að allt í einu koma framfarinnar sem voru svona miklar í kannski svona miklar í söngtímanum þar fara alveg hinga þegar leiklistin bætist við. Þannig að það bætist svo rosalega við og það sáum við í törnurutinni gerast. Sáum alla þessar krakkar sem voru að taka þátt fara langt fram úr sér. Ég held að það sé eitthvað stórkostlegt aftur að gerast núna hvað varðar bara krakka, ungt fólk eftir COVID og eftir snjallsíma hvað maður að segja svona gryfjuna og úrræðaleysi foreldra gagnvart nýrri tækni og þar sem enginn vissi rauninni nákvæmlega hvað ætti að gera ég finn fyrir því bara núna á göngu hverfi bæjarins borgarinnar að það eru fleiri börn úti að leika og syngja og skapa heldur en bara í fyrrasumar og það er ekki bara veðrið sem munar og við þurfum að nýta þessa bylgju sko. Við þurfum að nýta þessa bylgju en þá þurfum við líka að hafa skólana til stað allir að nýta hana það er nákvæmlega þannig ef við ekki enda bara á því Gunnar Guðbjörnsson ég held að kærlega fyrir að bjóða mér sömuleiðis og kæra þakkir til ykkar hlustendur, góðir og áhorfendur að hafa fylgst með okkur í kvöld enn eina ferðina við Rauðaborðið við minnum á það á morgun er þjóðhátíðardagurinn 17. júní þannig að þá verður ekki dagskrá hér við Rauðaborðið. Við viljum ennfremur minna þau ykkar sem að hafi velti fyrir ykkur hvernig þið styrkið samstöðuna að minna ykkur á það að ef þið viljið gera alvöru úr því þá getið þið farið inn á vefslóðana samstöðin.is skrolla þar niður og fundið hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn mjög svo hóflegu mánaðarlegu gjaldi aðeins 2750 krónum getið þið haft allt það að segja að samstöðin haldi áfram að búa til efni fyrir ykkur. Hálfur hamborgari í miðbæ Reykjavíkur, það er nú ekki meira. Mánaðarlegt gjald. En kæra þakkir fyrir samverðinni í kvöld. Ég vil líka þakka Pétur Fjellsteð og viðmælendum kvöldsins og öllum þeim sem að koma því að hjálpa okkur við að dreifa efninu kærlega fyrir. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.